Hvernig gengur, Viktoría? Mér líst ekkert á mig hérna. En Viktoría, þú ert bara búin að vera hérna í hálftíma. Ég vil ekki búa í Snædal. Ég vil fara heim. En það er þetta sem er heimil okkar núna. En sjáðu hvað ég er með. Sjáðu, þetta er jóladagatalið þitt. Kóróna. Já. Ég held að þetta eftir að verða mjög fínt. Kannski heitirðu prins líka? Í Snædal. Já. Já, Glætan. Sæll, Er eitthvað að? Ég hef engan að leika við. Nú, hvað er Nói? Kvefaður. Að hvað er þá? Í búðinni með mömmu sinni. Hvað með Ásu? Hún er í búðinni með Akæ og mömmu hennar. Hvað með Orra þá? Hann er ekki heima. Hvað með þennan, hinn þarna... Atif? Já. Hann er á bókasafninu. Hvað með Klöru þá? Klöru Hvell? Já. Getið þið nú ekki einu sinni leikið ykkur saman? Hún er svo lítil. Ég er ekki lítil, ég er stór. Það er ekkert gaman að leika við þig. Þú getur nú gefið henni séns, Hlynur. Það er betra að leika við Klöru en að leika ekki við neitt. Klara er betra en engin. Please, Hlynur. Please. Hvaða leikum við þá að koma í? Drottningin fyrirskipar. Hvað er það? Það er svona, ég er drottningin og þú ert þræll. Og þú ert að gera það sem drottningin segir. Er þetta leikur? Mjög skemmtilegu leikur. Klappaðu fyrir skemmtilega leiknum. Hæ? Drottningin skipar þér að klappa fyrir skemmtilega leiknum. Húrra fyrir skemmtilega leiknum. Og nú skaltu taka til í herbygginu. Því nenni ég ekki. Drottningin skipar þér. Þetta er bara rugl, maður. Drottningin skipar annars. Annars hvað þá? Annars máttu ekki vera með í leiknum. Fínt, ég vil það heldur ekkert. Hlynur, bíddu. Við getum komið í annan leik, þú mátt ráða. Þá vil ég koma í kóngurinn ræður. Hvað er það? Það er þannig að ég er kóngur og þú ert þræll og ég ræði yfir þér. Leiðinlegt. Sæll, Hlynur. Hæ, Birgir, er Ása komin aftur? Nei, ekki ennþá. Er eitthvað að? Enginn af vinum mínum er heima. Er enginn annar sem getur verið vinið? Góðan dag, unga dama. Áttu tyggjókúlur? Við erum með svo mikið af tyggigúmí. Hvað viltu mikið? Áttu bara rauðar? Já, það eru það til í fleiri litum. Á sléttunni eiga þau bleikar. Já, ég skil. Þú ætti kannski bara að fara að þanga þá. Já, það vil ég endilega gera. Þá fæ ég bara rauðar.
Já. Hérna eru þær. Gjör svo vel. Hafa það gott. Hver var þetta? Ég veit ekki. Þetta er örugglega dóttirinn í nýju fjölskyldunni. Hún er víst á þínum aldri. Ha? Hvaða nýju fjölskyldu? Vissirðu það ekki? Það er komið ný fjölskylda hingað í Snædal. Þau fluttu niður í Hornhúsið. Hefur hitt nýju stelpuna, Hlynur? Er hún sæt eða? Ha? Nei. Það var synd. Þið hefðu kannski getið orðið kærustupar. Aldrei. Hlynur á kærustu! Hlynur á kærustu! Það er ekki satt. Er eitthvað að þér? Klara, veist hvað ég hef heyrt? Hvað er það? Ég hef heyrt að í nýju fjölskyldunni sé lítill strákur og hann er nákvæmlega jafn gamall og þú. Ó. Nú fékk ég hugmynd. Hvað þá? Við getum farið og boðið nýju fjölskylduna velkomna. Getum við farið þangað strax? Mig langar að hringja. Já, gerðu það. Ertu ekki spenntur að hitta nýju stelpuna, Hlynur? Ég er búinn að hitta hann og hún virkaði ekkert mjög vingjarnleg. Fólk er alltaf vingjarlegra þegar maður er búin að kynnast þig, Hlynur. Heldurðu það? Já, það er spennandi að fá nýja dömur í plásið. Halló? Nei, Sæl, sæl. við eigum heima í Hvíta húsinu upp á veg og okkur datt í hug að koma að bjóða ykkur velkomin. Velkomin í Snædal! Hann huggulegt. Ég heiti Agnes og þetta er Klara og hér er Hlynur og hér er svo Marteinn. Já. Marteinn heiti ég. Já, við komum til að bjóða ykkur velkomin. Já, ég var búin að segja það. Já, en komið á inn. Komið þið. Já, búin að taka þessu upp úr kössum, eins og sjáið. Og svo, já, ég er ótrúlega ánægð með þetta veggfóður. Já, það er líka mjög flott. Það er það. Já, takk. Ekki satt, Agnes? Jú. Já, og hér er svo Viktoría. Já, heilsaðu nú fallega, Hlynur. Hæ, ég heiti Hlynur. Nú átt þú að segja hvað þú heitir, Viktoría. Þú ert búinn að segja það tvisvar nú þegar. Vera, er ekki líka einhver strákur á mínum aldri? Jú, það er rétt. Já, Dofri! Geturðu komið aðeins? Hæ, ég heiti Klara. Allir kalla mig Klöru Kvell af því ég er svo kvell. Hæ, ég heiti Dóri. Allir kalla mig Dóra Dropa af því að... Af hverju kallum allir það? Af því þú er svo lítill og óframfærin. Ég er líka lítil og óframfærin. Flott. Ó. Já, og svo er svo skemmtilegt að börnin eru nánast jafn gömul. Er það ekki, Hlynur? Það er skemmtilegt. Jú. Dofri og Viktoría, kannski viljið þið sína Hlyni á Klöru húsið? Já! Svona. Komið þið. Já, hér er herbergið mitt.
En hvað fínt hjá þér? Ég veit það. Mamma segir að ég verði að reyna að kynnast einhverjum í Snædal. Við getum alveg orðið vinir. Það efast ég um. Af hverju? Við erum ábyggilega rosa ólík. Fólk getur samt orðið vinir. Hvaða leik eigum við að koma í? Drottningin fyrirskipar. Hvað er það? Það var ég drottningin og þú ert þræll. Og þú gerir allt sem ég skipa þig. Allt í lagi. Hverju hefur áhuga á? Fótbolta. Leiðinlegt. Svo er mér gaman að lesa bækur, læra heiminn og svona. Leiðinlegt. Hverju hefur þú áhuga á? Það er svo margt. Fötum, kvikmyndastjörnum, sjónvarpsstjörnum, tísku, förðun, litum og sagði fötum. Það var það fyrsta sem þú sagðir. Föt er líka mikilvæg. Skoðum hverju þú stí og ég segi hver þú ert. Ég er í grænni peysu, hver er ég þá? Það hugsar ekki mikið um föt. Allir vita að grænt og brúnt passar ekki saman. Auk þessi peysan ótrúlega ljót. Mamma mín prjónaði hana. Það var mamma þín með ömurlegan smekk. Skilurðu? Við pössum ekkert saman. Við verðum aldrei vinir. Drottningin skipar þér að hoppa. Drottningin skipar þér að dansa. Drottningin skipar þér að sitja hér. Ég held að við eigum eftir að vera góðir vinir. Ég held þetta sama. Þú varst svo ótrúlega kjánalegu, Marteinn. Ég? Af hverju? Mætti næstum halda að þú væri skotin í veru. Skotin? Í veru? Ég? Í veru? Skotin? Ég hef ekki heyrt af vitlausara. Hvernig voru svo nýju vinirnir ykkar? Við ætlum að verða bestu vinir. Hvað segir þú, Hlynur? Hvernig var að hitta Viktoríu? Hún var nú ekki sérlega vingjarnleg. Því hann hinn stóri Casanova, dansljós heillar allar dömurnar. Hún örugglega bara feimin. Ha? Viktoría? Ertu ekki að hugsa um hana? Jú, þá er hún allavega mjög feimin. Ég veit það, því gift honum ég Ég held bara að Viktoríu líði ekki svo vel. Hugsaðu ef þú þurftir að flytja frá öllum vinunum. Hvað hefur þá gert? Ég hefði sko tekið á alla með. Það er ekki hægt. Hvað hefðirðu gert, Hlynur? Ég hefði reynt að eignast nýja vini. Ég held að Viktoría vilji það líka. En þegar allt er nýtt og sumir kannski svolítið feimnir, þá koma sumir klaufalega fram. Man bjóði þér kaffi, sopa, elskan. Klara sefur. Ég er viss að Viktoría verður góð vinkona þín þegar þið hafið kynnst betur. Viktoría, já. Já, þið passið prýðilega saman, Hlynur. Álíka gömul og svona. Pabbi, fólki er ekki alltaf vinir þótt að sé jafn gamalt. Auðvitað ekki. En lík börn leika best. Og lík börn eru álíka gömul. Mamma, ég ætla að fara heim til Viktoríu. Núna? Já, ég þarf að tala við hann einu sinni í viðbót. Það er flott hjá þér, Hlynur. Hvert er þetta að fara, Hlynur? Ég ætla til Viktoríu. Nú, kannski ég ætti að skjótast með. Og af hverju ættu þú að skjótast með?
Nei, það gæti verið að þau vanti hjálpið að bera og svona, fullt af kössum. Þú ert skotin, hana. Halló, ég er bara að reyna að vera hjálp. Pabbi er skotinn í veru. Jæja, fyrst svo er, þá ert þú skotin í Dofra-Dropa. Veistu hvað? Ég er það líka. En þetta er mjög eðlilegt, Hlynur. Fólk hefur auðvitað meira að tala ef það er jafn gamalt. Flott. Halló! Nei, hæ! Eru þið komnir aftur? Já. Já, okkur datt í huga að hjálpa við að bera aðeins. Já. Ég er svo sterkur, skilurðu. Já. Já, eigum við að bera smá? Ertu með eitthvað mátulega þungt og... Já, Marteinn, þetta er maður minn, Árni Ólafur. Hæ! Árni Ólafur heiti ég. Hérna, Hlynur, þessi kassi fyrir aftan á að fara upp til Viktoríu. Komdu inn eða endilega vilt. Ert þetta þú aftur? Hæ. Mér datt í hug að við ættum að prófa að vera vinir. Það þýðir ekkert, ég sagði það. Þú ert örugglega bara feiminn. Feiminn? Þetta er það vitlausasta sem ég hef heyrt. Pabbi segir að þeir sem eru jafnaldrar verði alltaf vinir. Já, það segir mamma líka. Það er ekkert rétt. Segðu bara okkur tvö. Ég er cool og þú ert algjör auli. Mér langar aftur heim að sléttu. Einmitt, þú passa hvort sem er ekkert inn í þetta. Af hverju ekki? Af því að allir hér í Snædal eru almennilegir, en þú ert bara vond. Það sem þú sagðir peysuna mína til dæmis, það var bara að ljóta þér. Ég sagði bara sannleikann. En hún klæði þér endar. Takk. Af því þú ert líka ljótur. Á, fingurinn, á! Ekki svona hratt. Passaðu, hvað gengur? Þið verða að vinna saman. Já, einmitt. Niður. Varlega. Svona. Aftan, já. Pabbi, ég vil fara. Nú, af hverju? Af því okkur líkar ekki við hvort annað. Hvað er nú þetta? Eftir fáeina viku verðið bestu vinir. Þeir sem eru jafn gömul og allt. Já, en pabbi, það er ekki rétt. Hlynur, ég hef lifað í 39 ár. Hef aldrei hitt neitt á mínum aldri og ekki geta verið vinur hans. Hvað ert þú gamall, Árni Ólafur? Ég? 39 ára? Heyrðu þetta, pabbi? Þið eru nákvæmlega jafn gamlir. Yes. Þið verður örugglega rosa góðir vinir. Já, þeir verða bestu vinir. Já, það verður ekki annað séð. Er það ekki Pétur Ólafur? Árni Ólafur. Ég heiti Árni Ólafur, ekki Pétur. Einmitt, já. Nei, Hlynur, við þurfum víst að fara að hugsa til heimferðar. Er það loksins farið? Já, við þurfum að fylgja þeim til dyra.
fyrir hjálpina og góða ferð heim. Já, bless vera. Og, Árni Ólafur. Blessaður. Komin. Viktoría, við förum inn. Ertu ekki að koma, Hlynur? Ég er að koma, pabbi. Erum við þá sammála? Já, Við eigum ekkert sameiginlegt og eigum aldrei eftir að verða vinir. við eigum samt eitt sameiginlegt. Hvað þá? Við erum jú sammála að verða aldrei vinir og þá erum við sammála eitthvað. Og peysaðin er alveg ágætt. En hvað orðið fínt hjá þér? Ekki eins fínt og í gamla herberginu mínu. Ég vil ekki búa í Snædal. Ég held að þér eigi eftir að líða mjög vel í Snædal eftir smá tíma. En ef við gerum það ekki, getum við þá farið heim. Enda þótt þú kunnir ekki við Hlyn, þá eru margir aðri krakkar sem geta orðið vinir þínir. Já, Góða nótt, kelling. góða nótt. Mamma, Já, ég gæti svo sem alveg orðið vinkona Hlyns. já. Þótt hann sé auli. Ef þú skygnist út gluggann seint kvöld í desember og þér finnst þú vera einsamall og smár í heimi hér, þá hugsaðu til vinar þótt þú liggir sjálfur kyrr og þá ert ei lengur einmann eins og fyrr.